Töluvert tjón varð á eignum og gögnum Háskóla Íslands í vatnsflóðinu 21. janúar síðastliðinn, en meðal annars komst vatn í geymslu skjalasafn Háskólans í aðalbyggingu og Gimli og flæddi yfir 200 skjalakassa sem geyma ýmis mikilvæg skjöl og gögn Háskólans. Starfsmenn skjaladeildar Háskólans urðu að hafa snör handtök. Við fórum að leita að geymslum og ég byrjaði að tala við Þjóðskjalasafnið sem sendi sinn forvörð og sérfræðing sem sagði okkur að yrði að frysta gögnin leið. Það þyrfti sem sagt að koma í veg fyrir að mygla byrjaði að eiga sér stað. Gögnin byrjaði að mygla, svo að það þarf að frysta þetta strax í miklum kulda. Og það byrjaði að hringja í fyrirtæki sem getur leitt okkur frystigáma. En svo talaði við minn yfirmann, hann hafði nýlega verið að skoða Hótel Sögu og hafði þá séð kælinn hérna í kjallaranum, gamla kjötkælinn, og sem var þá tómur, alltaf tómur. Skjaladeild Háskólans fékk leyfi til að nýta rými tímabundi til geymslu fyrir skjölin og náðist að ferja þau frá aðalbyggingu yfir á frystiklefann og Hótel Sögu á mettíma. Forvörðurinn, við náttúrulega hlýðum öllu sem Þjóðskjalasafnið segir og hún segir okkur það að við munum síðan afþýða gögnin með ákveðnum hætti þannig að þau ætti ekki að eyðileggjast að skemmast. Það var líka ákveðin svona heppni í því að vatnsmagnið náði ekkert mjög hátt upp svo að kassarnir urðu ekki alveg gegn sósa. Það neðri hlutin af gögnunum oftast nær sem skemmdust svo að við ættum alltaf að geta fengið minnskosti svona yfirsýn yfir hvað skjalið inniheldur. Það misjafnt ástandið á þeim? Mjög misjafnt ástandið og svo sjáum við að þeir sem fóru verst út, þá þurftum við að setja þetta bara í svona poka, af því að það plomsaði bara allt út og þá var bara þessu bjargað í blá plastpoka. Og vitið hvað það má vera lengi hérna inni? Nei, við vitum það ekki. Við erum ekki ennþá búin að semja um tímafrest. En við vonum að við komast í þetta sem fyrst náttúrulega. Í versta falli það bara að kaupa Hótel Sögu? Já, það væri kannski ágæt lausn, ef til vill pínu dýr, en þetta henta okkur ágætlega. Nú þannig að ef að háskólanemar lenda í því að sulla á heimaverkefnin, þá bara að gera henda þeim í frystinn? Henda þeim frystinn, ekki hægt að nota það sem afsökur lengur, ekki hægt að skila verkefni því að það kaffa á það.